Öldin hennar, 1970. Ég fékk þessa hugmynd að tíminn væri kominn og ég bara fór niður í Ríkisútvarp og setti auglýsingu fyrir 1. maí. Konur á rauðum sokkum hittumst á Hlemmi. Það gerðist kraftaverkið. Það komu konur úr öllum áttum og það var svolítið skemmtilegt að það var þetta rauðir sokkar uppsendir. Hvers vegna rauðir sokkar? Það er nú meira tilviljun heldur en það hafi sjálfs eitthvað markmið að það nefnist rauðir sokkar. Við notum það fyrst sem tákn að vera í rauðum sokkum. Markmið okkar er raunverulega frelsi einstaklingsins innan samfélagsins óháð því af hvaða kyni hann er. Megin tilgangur er náttúrulega sá að reyna að gera konuna virkari þjóðfélagsþegni. Við fengum styttuna af Lýsiströtu, lánaða. Hún var náttúrulega gerð úr bara plast einhverju og var ekki þung. Og komum með hana niður á Hlemm og ætluðum að bera hana í göngunni. Sá sem var að skipuleggja var svona stærðar kall, hann kom og spurði hvort að við væri komnar hér til þess að hæðast að baráttu verkamanna. Nei, sagðum við erum komnar hér til þess að taka upp baráttuna með ykkur. Og við fengum að raða okkur upp og vera síðastar. Og það var mjög merkilegt þarna því að það komu konur úr öllum áttum. Af því að eins og ég segja í söngnum, stundin var runnin upp. Stundin var runnin upp. Og við gengum þarna fremstar í kvennagöngunni, aftast í kröfugöngu verkalýðsins og bárum styttuna og strákarnir og litlir strákar sem hópuðust þarna í kring og eltu okkur meðfram á gangstéttinni og sagði, hvað þeir eru sterkar, þær héldu þetta væri steypa, þeir héldu það. Konur, þær voru farnar að vinna úti en það var orðið þannig að það var ekkert hægt að framfleyta heimili án þess að konur stunduðu líka launaða vinnu og það vantaði barnaheimili til þess að konurnar gætu farið með góðu móti út af heimilinu til að vinna. Á þessum tíma þá var munur. Það var raunverulega lagalegur munur á réttindum kvenna og karla. Og ef kona vann úti, gift kona vann úti eins og var kallað, var ekki bara heima hjá sér, þá mátti hún eiga helminginn af laununum. Hitt var reiknað til skatts með launum mannsins. Það voru alls konar svona furðulegir siðir sem að viðgengust. Sumir halda að konur séu með þetta rex af því að séu fúlar og súrar og óhamingjusamar og karlmönnum hafi ekki litist á þær. En það var nú ekki svo. Konurnar vildu halda áfram. Þær höfðu verið í skóla og þær voru í vinnu og þær vildu halda áfram eins og frjálsir, sjálfstæðir þegnar. Ekkert eins og einhver viðhengi.